Ég get ekki ímyndað mér hvernig það er. Ég hef aldrei verið hinum megin við borðið. Óttinn, vonleysið og vanmátturinn. Að horfa á eitthvað sem þú elskar hægt og rólega að hverfa. Að vilja gera allt til að hjálpa en finna að það er ekkert sem maður getur gert, annað en að vona og að vera til staðar. Við vitum að þetta er flókin vandi. Ég þekki það mjög vel sjálfur. Það hefur ekkert afl í mínu lífi verið meira eyðandi heldur en fíknisjúkdómurinn. Ég man þegar pabbi sótti mig fyrst skipti sem ég kláraði Vík árið 2020. Hann hafði yngst 10 ár því hann gat loksins sofið. En því miður myndi það ekki endast lengi. Ég hef ákveðið að skoða og rannsaka hvernig það er að vera hinum megin við borðið. Hvernig það er að vera aðstandandi. Því frá mínu sjónarhorni þá gat ég alltaf bara deyft mig og fjarað út. Það er fullt sem að ég ekki man. En aðstandandinn, hann hafði ekkert nema geðveikina og hann man allt. Í mars 2021 ég ekki svo símtalið sem ég hafði krefið fyrir í mörg ár. Pabbi var líka dáinn og heimurinn hrundi aftur. Pabbi var blíðasti maður í heimi þó að það hefði svo oft verið. En út af aðgerðaleysi stjórnvalda þá sitja allt og oft aðstandendur okkar uppi með það að annast okkar veikasta fólk. Heilbrigðiskerfið þarf að taka ábyrgð á þessum sjúkdómi eins og öllum öðrum. Ég heiti Gunnar Ingi og þetta er lífið á biðlista. Ég veit aldrei, svo þegar ég tala við hann, þá veit ég aldrei hvort ég sé að fara að tala við hann aftur, þú veist, og alltaf ef ég sé sjúkrabíl eða lögreglubíl, þá er ég alltaf að spá, er barnið mitt að eitthvað viðlóðandi þetta. Þú veist, þegar ég vakna, fyrsta sem maður gerir út á morgnana er að kíkja fréttir og þá tjekka maður á, þú veist, lögreglufréttunum, þú veist, er hann í fréttum, var hann að gera eitthvað af sér, var hann handtekinn. Og hann að fremja eitthvað rán eða þú veist eitthvað svona og svo hann fær nú stundum að koma heim strákurinn sko þegar hann er svona í svona standi og það er náttúrulega ekki alltaf hægt að sofa á daginn og þegar stundum kemur hann heim og þá er hann nýbúinn að fá sér Kontalgen og þá biður hann mig að fylgjast með sér þegar hann sefur sjá hvort hann hættur nokkuð anda í svefni. Það er ekkert voðalega gaman sko. Alltaf með morfín eða ópíóða, þú andar svo grunnt, alltaf svona fyrstu svona sekúndunar þegar maður lítur á hann. Þá tekur maður ekki eftir hann sé að anda, þú sér ekki neina hreyfingu eða neitt eða heyrir ekkert hljóð. Svo sérðu svona smá svona grunöndun eða heyrir eitthvað og þú veist hann er á lífi og það er svona, já þetta er óttalega mattrækjan sko. Síðan þú veist sér maður inn á milli og sér maður alveg barnið sitt sko. Þú veist, hann er ennþá barnið mitt og hann er ennþá góður strákur. Þetta er eins og þú veist, já, ég var á leiðinni hingað með mæti honum og þeir eru keringað og hann er að labba bara út með einhvern félögum og hann veifar svona í mig, þú veist, og ég sé alveg barnið mitt þarna, þegar hann er að veifa. Þú veist, hæ pabbi, einhvern veginn. Þannig að þetta er rosa, það er ekkert hægt að lýsa þessu og þetta er gífurlega þungt. Ég óska ekki nokkru manni að eiga barn sem er á þessum stað sko. Hvernig er að vera móðir fíkils? Það er eitthvað erfiðasta hlutverk sem ég hef þurft að takast á við. Það að barnið manns sé svo langt leiddur einhvern svo ég vil bara farin að þú þekkir ekki lengur litla drenginn þinn og það glittir stundum í hann sko, ekki misskilja mig og við eigum mjög gott samband þrátt fyrir allt en stundum þá þarf maður að hafa rosalega fyrir því að sjá
drengisinn hann inn á bakvið aðilann sem ræðir. Og það tekur rosalega, þú veist, maður náttúrulega alltaf að farast úr áhyggjum yfir bara hans velferð og bara, þú veist, ef að síminn hringir, þú veist, hann búinn að valda óafturkræfum skaða á sjálfum sér eða öðrum? Hann ekki á 18 þegar hann fer að vera eitthvað á götunni, alltaf í öllum strókum af Stuðlum eða Lækjarbakka, hvernig sem það sko, þá hann bara á götunni, sko. Þannig að hann í rauninni svona 17 þegar hann byrjar að vera eitthvað á götunni í Reykjavík, sko. Hann búinn að vera á henni. Og jú, einmitt, þú veist, hann náttúrulega hann á einhverjum rófinu með ADHD, með áfallastreituröskun eftir allt dótaríið, sko. En þú veist, þá fær hann ekki geðhjálp af því að hann fíkill, en hann getur eiginlega ekki hægt að nota þetta að fara ekki geðhjálp. Þú veist, það þessi undarlegi vítahringur sem að svona aðeins að skána í samfélaginu, finnst manni, sko. Skaðaminnkunarteymið á Landspítalanum svolítið held ég að horfa á það að geta, þú veist, út með fíkningjöldina 32A og þetta allt saman, sko, sem að að reyna að díla við þetta. En annars þetta einmitt, þessi fjölþætti vandi þetta ekkert bara fíknisjúkdómur, sko. Þetta líka hvati sem við átt í hátíð en að þrá ekki bara einhverju róun, sem svona margfaldar allt batterið, sko. Hvernig finnst þið kerfið mæta honum? Kerfið bara mætir honum ekki. Eða þú veist, það er ekkert kerfi. Hann getur komist inn á, þú veist, eina kerfið sem hann tekur við honum hann fær svona félagsbætur, þú veist, frá Fjelló, og hann getur verið á gistiskýlinu, sem hann hluta kerfinu, en það er náttúrulega ekki staður sem þú vilt vera á skónir og skýli. Kemst inn á Vog svo sem af og til, þú veist, eftir langa bið oft. Og hérna geðdeild bara ef að það þú veist, ég að fara að dreipa mig núna. Það eina leiðin sem komst inn. Það ekkert kerfi, það ekkert sem heldur utan þessa einstaklinga. Það ekkert í boði fyrir þá, nema að vera á kaffistóri og samhjálp. Og fara svo niður á skýli, sko. Það hanga um einhvern bílakettunum. Það það sem að Reykjavíkurborg gerði þegar þau lokuðu þarna Ylju neyslurýminu. Reykjavíkurborg taklaði það með að setja bara nálabóks í bílakjallarinn. Og þú getur séð það að þú fer bara í hvaða bílakjallar sem það nálabóks alltaf út í hótnum. Þannig að hafa eitthvað neyslurými, sko. Þetta kerfið. Á þessu stigi þá þetta búið að vera svona síðustu 3 árin. Sko, áráttan og þráhyggjan var komin í rauninni miklu fyrr heldur en fíknin, held ég. Að þetta byrjar í rauninni sem, sko, einhvers konar svona idealization, eða þú veist, hann í rauninni búinn að gera sér einhverja hugmyndir það að vera einhver svona töffari, svona einhver svona stór gæi í rauninni löngu áður en að hann kannski orðinn alveg búinn að ánetjast eða þannig. En þetta var alveg rosalega brött brekka alveg frá því að hann var svona bara rétt í kringu fermingu. Hvað var það fyrsta sem hann prófaði? Ég held að það hafi verið gras. Sko, ég í rauninni bara um leið og það komið í ljós að hann sé að fikta með fíkniefni, þá hef ég samband við barnaverndarnefnd sjálf og bara, mig vantar aðstoð. Þetta eru aðstæður sem að ég þekki mig ekki í, sem að ég veit ekki hvað ég á að gera. Mig vantar aðstoð og bara í rauninni óskaði sjálf eftir því strax frá upphafi að fá aðstoð frá þeim. Sem að, jú, það var alveg margt gott sem að þau gerðu, en það var líka alveg hlutir sem að svona, eins og segir á enskunni, hindsight is 2020. Það er alveg margt sem að ég hefði viljað sjá fara öðruvísi. Ég hefði viljað hafa úrræði í heimabyggð. Við byggum út á landi og þar sem að voru engin úrræði í bæjarfélaginu þá voru við svolítið föst
með það að þurfa að senda hann í burtu og og ég sé það núna sko, það í rauninni bætir bara í ástandið sko, þú veist, vanlíðan þetta náttúrulega barn sem var lagt í einelti og átti bara erfitt uppdráttur félagslega og ég held að hann hafi einhvern ætlað að verða svolítið svona harður gæi í rauninni, kannski til þess að bæta upp fyrir það hvað honum var strítt mikið þegar hann var lítill. Hefur hann einhvern tímann náð að klára Vog? Já, hann hefur náð í einu sinni, kannski tvisvar. Hann kláraði einu sinni sko Vog og Vík, en datt ég nú bara frekar fljótt eftir að hann kom heim á Vík sko. En þú veist, Vogur það var nú, ég veit þetta sko, að Vogur þeir að reyna að miða eitthvað sko við fólk sem eru einhverfurófinu, en ég ekki viss að það ekkert að ganga hann sérstaklega vel. Þú veist, þetta ég heldur sé ekki alveg að höndla þetta, þú veist, að mikla geðurinn að vanda kannski með þá þessu ópíóðafíkn. Þetta ekkert auðvelt sko. Þú veist, þegar ég ekkert að ná, ég veit það ekki, mér finnst kannski ekki að ná að tækla þetta eitthvað sérstaklega skemmtilega. Þú veist, það fólk sem komið með fjölþættan vanda, það ekkert endilega að hlusta kannski alltaf á það sem hann segir, það erfitt, það með geðræn vandamál, það að fara að, þú veist, að gera eitthvað af sér og ef þú gerir eitthvað af þér á Vogi, það bara hent út. Það ekkert, þú fara ekkert annan séns, það ekkert einhvern veginn, svo þetta bara aftur á biðlista. Þú veist, þú sett bara rétt fyrir utan hurðina, svo bara má ég koma aftur inn, já, útkominn biðlista. Þið getur komið eftir x tíma, 3 mánuði eða hvernig sem það sko. Og þú sé ekki nema 5 mínútur til Ég horfði á þetta þegar ég skutlaði stráknum daginn inn á Vog. Þá sá ég strákarnir fyrir utan sem var nýbúið að henda út og hann labbaði inn og vildi fá að komast aftur inn og móttökuritærinn sagði bara, já, ég seti bara á biðlista strax. Og hann var bara 10 mínútur síðan var henda út. Það fylltist ekkert meðan strákarnir fór út sko, þú veist. Á 10 mínútum var ekkert komið einhver 50 mann sem að taka rúminn. En þetta svona, þetta bara staðan í samfélaginu. Það ekkert hort, það ekkert, ég veit það ekki, þú veist, mér finnst bara, þetta svona aðeins að skána varandi hvernig hann hort á fíkla sko. Þú veist, þetta veikt fólk, en það ennþá þessu rosalega svona stigma í kringum þetta og það held ég erfitt bara að ná því út úr samfélaginu sko. Við vorum í alls konar greiningaferli þannig í fyrstunni þegar þetta gerist. Ég var nú svo sem búinn að reyna lengi að fá greiningu á drenginn en af því að hann var svo rólegur í skólanum þá tók það næstu í áratug. Þannig að hann þannig rétt svo búinn að fá sína greiningar meðal annars á einhverfurófinu og með ADHD. Þegar að hann fer að fikta með fíkniefni og buglir núlingageðdeildir komin inn í máli því að hann var að kljást við þunglyndi og alls konar á sama tíma sko. Og þegar í rauninni það kemur í ljós að hann sé að nota fíkniefni þá bara skellt í lás og bugl og hann bara stuðlavandamál núna. Hann inn og út af stuðlum eitthvað, það ákveðið að setja hann í sveit að reyna að halda honum í rauninni bara frá félagsskapnum og þetta svona úrræði sem að barnaverndarnefnd tefur. Það var, hann mátti ekki mæta í skólan af því að hann var í neyslu og það var ekkert úrræði í heimabyggð. Það var ekkert sem að gerði það verkum að hann gæti verið að vinna úr vandanum heima. Það þurfti alltaf að fara suður eða út í sveit eða þurfti við landið til þess að sækja einhver aðstoð. Og það í rauninni alls ekkert eitthvað bara barnaverndarnefnd að kenna eða eitthvað svoleiðis, það bara úrræðaleysi út á landi. Þannig að sko við í rauninni sitjum uppi með það að vera svolítið bara í svolítið ómögulegri aðstæðu og í rauninni göngumst við því að hann fari í sveit. Sem náttúrulega, maður vildi náttúrulega vera
partur af lífinu hans meira og þú veist, en maður svolítið settur upp á vegg, sko. Heldur hann eigi mikið eftir í þessum heim? Nei. Ég reyndar búinn að búast við núna alveg heillengi en myndi deyja, sko. Það alltaf svona einhvern veginn að baka við Nei, ég veit ekki, þetta ég nefnilega bara reynir svona minnst kannski að hugsa það þannig séð, sko. Það alltaf vola þungt. Að þetta ég veit ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, sko. Og ef ég að dvelja of mikið í þessu, þá ruglar það bara í höfðunum mér, sko. En ef þetta heldur svona áfram, þú veist, það ná að vera 20 í sumar, ég bara vona að ná því. Það ekki bara orðátt á þannig, þú veist, það bara einhvern veginn staðan, sko. Hvaða aðferð notar þú til að kópa við þetta? Ég og fyrirvænandi tölum rosalega mikið saman, sem gott. En það eitthvað, sko, þú veist, stundum mér finnst samt mér vantar svo mikið, sko, núna hef ég hitt fullt af fólki sem á börn sem þú veist, ég vil ekki nota, þú veist, gæsalappir, en þú veist, í neyslu og einhvern veginn, maður að tala við, já, barnið mitt er svo erfitt, ég að horfa upp á, hann að nota ecstasy eða hann að gera þetta og þú veist, það samt alltaf heima einhvern veginn og einhvern veginn það einhvern veginn alveg vandamálið eða krakkin bara ekki hættar ekki hass og finnst þetta svo erfitt og svo sit ég bara, já, barnið mitt fram til Vopnarán í apóteki og var að sprauta sig með fentanyl. Þú veist, búinn að vera á götunni, hann að hanga með versta fólki í Reykjavík. Hann að gera viðbjóðslega hluti. Og það bara mjög fáir sem á sama stað og ég og barnsmóðir mín með börnin sín, sem betur fyrr, þú veist, ég óska engum þess að vera á þessum stað, sko. En það einhvern veginn, ég veit ekki, svo má skoða S.A.A. og svona fjölskylduhjálp, þetta allt eitthvað svona miðað á lið sem að byrja í neyslu. Eða miðað á hvernig á að meðhöndla samskipti inn á heimilinu. Það þú veist, þetta bara, það löngu liðin tíð, sko. Það rosalega lítið eftir, það rosalega lítið sem að mér finnst taka kannski við foreldrum barna á þessum stað, eða bara fólks á þessum stað. Þú veist, ég hef alveg farið til sálfræðings, en þetta náttúrulega áfalladæmi, ég hef með áfallastreitt út af þessu. En það ekki að vinna í því, það ekki að gera neitt með það, að þetta ennþá í gangi áfallið, sko. Það ennþá bara, hún getur ekki unnið úr einhverju sem bara ennþá bara yfirgangandi, sko. Þannig að þetta rosalega skrítin staðar að vera á, svona almennt, en þú veist, maður verður bara að gera þetta, og því ekkert leggspörnir frá að grenja, þú veist, ég hef engan annan kost, það engin annan valkostur, heldur en bara að tækla þetta. Í síðustu atrennu, þá kom upp svo stað að það var einstaklingur inni á deildinni sem var á hæðastaðunum og hann bara misti stjórn á sér og enda hvatvísi og þegar þú nærð ekki að hemja þig þegar að þú veist, þegar þú sérð í rauninni bara rautt. Það í rauninni, sko, hann bara tapaði sér og lenti í því að vera sem sagt vísað út núna síðast og verandi í niðurtröppun á sem sagt viðhaldsmeðferð í rauninni hent út ekki með byrðir til þess að geta haldið áfram viðhaldsmeðferðinni þegar að heim væri komið heldur í rauninni hún bara vísað bara beint út aftur í fíkniefnin, sko. Þú veist, þú ert bara búin að klúðra tækifærinu þínu, þú gast ekki haft stjórn á þér. Þarna til dæmis, sko, ef það hefði verið samráð við til dæmis foreldrana, þú veist, hann er bara ungmenni. Að þú veist, hann snappaði, hann getur ekki verið hér, getur við kallað saman hérna fund, félagsráðgjafi og þú veist, þeir sem að hans málum koma, getur við bara, þú veist, búið til nýtt plan. Þú veist, bæði hversu mikið vænlegra til vinnings það væri. Ef það hefði verið hægt bara að smíða nýtt plan á staðnum, hann hefði getað, þú veist, það hefur komnir nokkri dagar, þú veist, á viðhaldsmeðferðinni, þú veist, ef hann hefði haldið áfram, fengi hana með sér heim,
það hefðu við getað, þú veist, mætt honum tímabundið, þú veist, komið honum fyrir og þú veist, unnið að því að hann færi á næsta þrep endurhæfingar. Það sem ég skil ekki þessi endalausa refsistefnu, af því þú ert náttúrulega með einstaklingar sem eru í aðstæðum, þar sem þú þarft að vera öðruvísi heldur en í þessu samfélagi mannanna sem við erum búin að smíða hérna í ofanheimum. Hérna, það er allt aðra leikreglur sem að einstaklingar sem eru sérstaklega svona ungir og búin að velkjast í undirheimunum svona lengi, þeir búa við allt aðra leikreglur, þeir kunna ekki handritið. Það þarf að vera hægt að taka móti fólki þar sem það er statt. Hvað telur þú að vanti inn í þetta kerfi til að komast á móts við fólk sem er á stað eins og sonurinn? Sko, nú get ég farið út í brjálaða pólitík og talað heilbrigðiskerfið og fjármálaráðuneytið og hvernig þetta allt saman virka og hvernig búið að vera fjársveltar inn í heilbrigðiskerfið síðustu ár. Við kunum vera að tala það vanti rosalega mikið af að vanta bara meira. Þú veist, vogur ekkert nóg. Og ef þú brýtur eitthvað aður en að vogið er bara hent út, þú veist, hver myndi henda krabbameinssjúklingi út ef það myndi brjóta eitthvað af sér á spítala? Nei, þú fari ekki lengur að vera á spítalanum, þú fari ekki lengur lifi. Sorry, þú bara lifið með fyrir hætt. Þú reytist í hjúkuna. Þetta er algjör, ef þú setjum þetta bara í þetta samhengi, þá er þetta algjör geðveila, sko. Og það vantar bara, svo er náttúrulega bara fáránlegt, það er algjör vitfirring að svipta læknum áruna, þessi lífsseðisleyfi sínu, fyrir að vera að skrifa upp á kontakinn fyrir, 60 manns. Þau eiga bara að fara meðferð á Vogi og súpa svona þar. Þetta fólk kemst ekkert inn og fara ekkert bara súpur. Ég veit ekki, þú veist, þau tala yfirlæknirinn á Vogi og tala bara eins og sé bara ekkert mál að henda sig bara í meðferð og fá súpur sem við þegar við vitum bara að það er bara ekki þannig. Já, fólk sem mér þykir vænt og þykir vænt mig sem ég get leitað til og tala við. Ég mæti í, þú veist, mitt prógram, skilurðu, þú veist, minn dagur, það sem ég geri frá degi til dags. Þá er aðstandandinn bara kyrfilega fastur inn í sínu hólfi í kollinum á mér. Ég er bara í því hlutverki sem að í rauninni starfi krefst af mér eða svoleiðis. Og svo er ég, þú veist, gagnvart hinu barninu, þá er ég, þú veist, þá er ég mamma þess. Og ég þarf bara rosalega mikið hólf að skipta. Þú veist, ég get ekki leyft mér að dvelja í hlutverkinu mamma hans annars staðar, en annars þá væri ég bara löngu brotinn. Þetta er rosalega flókið, maður er náttúrulega með margar grímur. Þú veist, þegar ég er með þessum vinahóp þá sýni ég þessa hlið á mér. Þegar ég er með öðrum vinahóp þá sýni ég aðra hlið á mér. Þetta er ekkert af þessu þú veist, ekki ég, þetta er allt saman ég, en ég held að þetta sé í rauninni bara svona, já, viss svona coping mechanism. Að í rauninni, þú veist, vera bara í þeim hluta svolítið og vinna bara út frá því að, þú veist, setja hinn hlutan af sér á ís. En svo hringir síminn og þá er ég 100% aðstandandi á meðan, skilurðu. Og þú veist, ég hefði að halda á honum fætunum. Hún var að fá svo mikla krampa, fóturinn var að snúast í 180 gráður, sko. Bara svo hann geti klætt sig í skó. Svo hef ég skuttlað hann sem kaupa sér konta af oxy bara til þess að bara vera ekki í krampakostum og flóakostum. Ekki til að fara í vímu, það er svolítið búið. Þannig er ekkert að nota mikið af morfíni til þess að komast í vímu. Þetta er mestmegnis bara vera ekki veikur. Það vantar meira heldur en bara vog. Þú veist, vogur læknar ekkert allt. Vogur
það hvað vog er lífsnauðsynlegt batteri, ég mun aldrei tala illa vog þannig séð sko, þú veist, sem stofnun af því fólk fer þarna inn og bjargar lífið þess, þú veist en svo kemur þetta fólk sem vill vera þarna en af því það þú veist, ekki eins og edrú, það á frákvanalyfjum, það ekki í góðu ástandi, þú labbar ekkert inn á vog þegar þú ert í besta skapi og besta ástandi í heimi sko, þú ert ekkert þar eitthvað, þetta ekki eins og fara eitthvað skíðafrí í Alpana, þetta erfitt, þetta ströggl, auðvitað fólk að fara að missa vitið, auðvitað fólk að fara að brjóta eitthvað af sér og vera reitt og alls konar svona og þeim bara hent út, það fær ekki lengur lífið. Svo höfum við alveg íhugað sko sjálfræðarsviptingu, en það bara rosalega mikið vandamál, það mjög erfitt og svo hún ekkert einu sinni, við gætum ekki sjálfræðarsviptan og setta hann inn að kleppa eða eitthvað, þú veist að hann fengi alltaf að vera laus, þetta rosalega skrítið, það ekkert að gera neitt í þessu sko, og einmitt loksins hann langar að vera inn á Vogi og gera eitthvað, hann var að hanga þarna inni, þá hann hent út að því hann brýtur af sér og bara búm, út fann. Það ekki annars séns, það ekki, þú veist, það ekki annar staður heldur en Vogur, þú veist, það var þetta bara búið. Refsistefnan ekki að gera sig, þú ert í rauninu bara jaðarsetja fólk meira og meira, þú ert í rauninu að taka frá því möguleikan á því að komast tilbaka inn í samfélagið með því að vera alltaf með þessa refsistefnu. Þannig að ég segi alveg hiklaust að ef það væri hægt að byrja á húsnæðinu, halda svo áfram yfir í það að vinna úr vandamálinu, þú veist, vinna úr trámanu, úr, þú veist, öllu ógeðinu sem viðkomandi búin að lenda í, bæði gera sjálfum sér og öðrum, þú veist, þú kemst ekki til gegnum undirheimana án þess að vera búin að bara gera hrikalega hluti. Það bara allir eru bara að takast á við afleiðingar gjörða sinna á mismunandi hátt og ég meina fólk að deyfa sig til þess að bara lifa af sársaukann sem að það hefur ekki bara valdið sjálfur sér heldur öðru. Og til þess að þú veist, til þess að þú getur í rauninni tekist á við það, þá held ég að það sé í rauninni afskaplega óábyrgt að ætla að byrja á því að taka í burtu í rauninni bjargráðið sem að þessi einstaklingur hefur fundið sér. Og ég ekki að segja að þú veist, að mér finnist fólk að ég bara vera í neyslu alltaf, en þú veist, leiðu þú í rauninni mætir einstaklingum þar sem hann staddið, þú veist, kemur hann fyrir í á öruggu skjóli þar sem hann getur læst að sér og verið, þú veist, og sofið örugur á þess að símanum sér stolið. Á þess að þið farið ekki enn vasana þína eða jafnvel, þú veist, mistert. Bara, þú veist, það þarf ekki að vera stórt, það getur verið bara herbergi. En bara ef það, svo framalega sem það þitt rými og þú getur kallað þitt heimili, þú fengir aðstoð, skilurðu, við það að komast, þú veist, að hafa viðhaldsmeðferð svo þú getur byrjað að, þú veist, taka þessi skref inn í lífið aftur, þú veist, færir að hitta geðlækni, sálfræðing, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, þú veist, og þú færir að vinna prógram til þess að bara kynnast sjálfum þér og komast til botns í öllu trámanu. Og svo hægt að hugsa það að verða edrú. Bara, þú veist, ég sé ekki að það sé vænlegt til vinnings. Þú veist, það alveg fullt af fólki sem ég þekki sem hefur tekist að verða edrú fyrst og svo náðu að byggja upp lífið sitt. En það líka bara svo afskaplega margir sem hafa dáið við það að reyna það. Og ég sé ekki að það sé í rauninni, það bara engin ein lausn sem hentar öllum. Og á meðan að samfélagið okkar með þessa edrú fyrst aðferð í staðinn fyrir húsnæði fyrst, þá rosalega hætt við að bara fólk liggi í valnum í kjölfarinu.